söng Kristján Jóhannsson í Vídalínskirkju við undirleik Ólafs Finnssonar. Ég ætla að segja ykkur að mér hlýnar alltaf hjartaræturnar þegar ég hlusta á hann Kristján Jóhannsson. Bæði vegna þess að hann syngur vel og svo erum við bæði frá Akureyri og svo eigum við svo fallega tengingu. Það var nefnilega þannig að afi minn, Gústaf Jónasson og faðir hans Jóhann Konráðsson sungu saman í Smárakvartettinum. Afi söng bassa og Jói Konn, þessi frábæri tenor og faðir minn hefur oft lýst því fyrir mér hvað það var yndislegt þegar hann var barn þegar þeir voru að koma saman kallarnir heim í stofu til þess að syngja saman. Og maður gerir sér einhvern veginn grein fyrir þetta voru menn sem unnu mikið, erfuðu mikið og þetta voru þeirra gleðistundir. Svo man ég eftir því frá því ég bara stelpuskott þegar þeir voru að koma konnararnir heim í Laufás. Þá voru þeir að koma að fá að veiða, að fara á skytteri í Laufáslandinu og ég man bara þessi menn stóðu út á hlaði, það gekk svo mikið á, það var hlegið og það voru þessar tenorraddir og pabbi þarna með þeim, allir svo þéttir og velli og þéttir í lund og orkan svo rosaleg að maður bara einhvern veginn, maður bjóðsundar að bara rúðurnar myndu springa. Og þannig að það er þessi mikla orka og gleði. Og svo þegar hann var tvítugur, hann Kristján Jóhannsson, þá fór hann að læra söng hjá Sigurði Demens, söngkennara sem við mörg fengum að kynnast, yndislegur maður og Guð blessi minningu hans. Og svo tekur hann það ákvörðun að fara út í nám og leggja allt að baki sér og fjölskyldan fer og hann er bara tekur þessa stóru ákvörðun og hann hafði auðvitað mikinn stuðning og menn voru stoltir af honum á Íslandi og ekki síst á Norðurlandi og margir sem að fylgdust með honum árum saman. En Kristján, hann lifði ekki bara við mikla velgengni, hann þurfti líka að takast á við sína stóru sorgir og það var þannig að þegar foreldrar hans voru 64 ára og þá höfðu komið til Glasgow til að halda jólin með honum og konun hans og á leiðinni heim þá verður Jói Konn bráðkvaddur. Og það var bara þannig að það var sjónasviptir á hann Akureyri. Margir þekktu hann og auðvitað mikill harmur fyrir fjölskylduna að takast á við þessa miklu sorg. En aðeins ári seinna þá missir Kristján eiginkonu sína, Doriet Kavanagh, sem þá var aðeins 29 ára gömul. Og margir hefðu misst móðinn, gefist upp og farið heim. En Kristján lét draumana áfram rætast og hann fann hvað tónlistin heilaði og hvað margt hafði sterk og góð áhrif á hann. Og hann hefur sagt mér það sjálfur og mér finnst það svo fallegt. Hann hefur sagt, veistu Jónar Hrönn, í þessari miklu þjáningu þá er líka svo merkilegt að sálin opnast fyrir öllu því fegursta eins og þakklæti ást. Jafnvel inn í þessari stóru sorg og þessari miklu þjáningu. Og svo átti þessi mikli tenor eftir að syngja í óperuhúsum og mér langar líka að segja þegar ég er að tala um þetta að Guð býr í fólki að geta tala svona þjáninguna en svo átti hann eftir að syngja bæði á meginlandi Evrópu og Bandaríkjunum, La Scala og Metropolitan óperunni og ég gleymi því aldrei fyrir 20 ára, allir ekki rúmlega 30 ár þegar að pabbi bauð okkur allir í Þjóðleikhúsið og horfa á hann syngja, Kristján Jóhannsson syngja í Grímudansleiknum eftir Verdi og það var ógleymanleg stund. En af hverju er ég að tala um þetta? Af hverju er ég að tala um hann Kristján? Jú, vegna þess að þegar maður fer yfir sögu hans þá ber hún vott von og þrautseigju og aðventin er tími vonar. Og það er svo mikilvægt að minna okkur á það að missa ekki vonina þrátt fyrir þrengingar og þjáningar. Og helgisögn jólanna er saga þrautseigju í þrengingum. Sagan af því þegar Guð kom í mannsbarnin í þennan heim, sagan af barninu sem færir okkur von og styrk, jafnvel í vonlausum aðstæðum, í erfiðum aðstæðum. Og helgisögnin er einmitt vitnisburður það að Guð býr í fólki. Og við erum aldrei ein. Skreytan og fjöll og voga
skreyta nú fjöll og voga. Kom, hátíðin hæst, heilagur friður ríkir, hátt yfir veraldar storma og stríð, styrki og drottin þín miskunnin blíð. Gef þú að gjörvallum jarðarból, gleðileg ríki þín friðarjól. Kom, hátíðin hæst, heilagur friður ríkir. Kæru vinir, þakka ykkur fyrir samleiðin í dag. Næsta stund verður í beinu streymi á aðfangadaga héðan úr Vídalínskirkju klukkan 5:30. Við ætlum að eiga hér stund og síðan verður klukkunum hringt klukkan 6 í beinni útsendingu héðan og þið eru velkomin með okkur. Allar upplýsingar okkar jólastundir inn á garðasung.is og ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur því það er mikil fegurð yfir helgihaldi jólana. Og svo segi bara Guð bless ykkur og varðveiti á helgum jólum og Guð gefi okkur nýtt ár sem að mun færa blessun fyrir landið allt.